Taekwondo-deild Keflavíkur sigursælasta deild landsins en helgina var haldið Íslandsmót í ólympíuhluta íþróttarinnar sem bardagi. Keflavík skartaði góðu liði á heimavelli en mótið var haldið í íþróttahúsinu við Sunnubraut í Keflavík. Keflvíkingar vörðu titilinn og sigruðu í liðakeppninni ásamt því að fá 11 einstaklings Íslandsmeistara. Keflvíkingar hafa haldið þessum titli óslitið síðan 2010 og hafa samtals náð 11 liðstitlum á Íslandsmótum í Taekwondo. Helgi Rafn Guðmundsson yfirþjálfari Keflavíkur en hann hafði nógu að snúast á Íslandsmótinu. Ef hann var ekki sjálfur að keppa, þá var hann öðrum keppendur Keflavíkur til stuðnings sem þjálfari. Við náðum þá að króa hann af, eitt stundakorn til að ræða Íslandsmótið og þá staðreynd að Taekwondo-deild Keflavíkur sú besta á landinu. Segðu mér frá þessu Íslandsmóti sem þið að halda hérna í Keflavík. Já, þetta Íslandsmóti í Taekwondo og það eru 2 Íslandsmóti haldið árlega þegar það eru svona 2 yfirgreinir í Taekwondo. Þetta olímpíska greinir, það sem bardagi sem keppt í ólympíuleikunum og við erum hérna með fulltrúa frá flestum félögunum og þetta eru margir af bestu taekwondo-mönnum landsins sem að keppa hérna í dag. Og haldið á heimavelli, haldið í Sunnubraut og ástæðan fyrir haldið hérna að því að verjandi Íslandsmeistarar sem eru í Keflavík, þeir eiga tilkall til þess að halda það Íslandsmót sem þeir eru að verja. Og það einmitt staðan sem í dag. Þannig að Keflavík hér á heimavelli og við erum búin að standa okkur mjög vel og vonum bara það besta að okkur taki að ná í sigurinn í lok dags þegar tekið saman stíginn. Hver munurinn á þessum tveimur Taekwondo aðferðum eða keppnisgreinum? Já, helsti munurinn á því að þetta svokallaður bardagi. Þannig að það koma 2 einstaklingar inn á gólfið og með settu reglum berjast við hvern annan. Hinn greinin þannig að þetta sambærilegt því sem heitir kata í karate og kórsku eða kallað pumse og það raun og veru þá komaður og framkvæma svona röð og runu af hreyfingum, bardagarhreyfingum, höggum, spörkum, vörnum, skrefum og stöðum og eru metin út frá nákvæmni í tækninni. Þannig þá eru þeir raun og veru ekki að berjast við neitt. Þeir eru bara metin út frá því hversu fast þau kýla, hversu hátt þau sparka, jafnvægið sem þau hafa og svo framvegis. En hérna í þessari grein, sem grein, eins og ég sagði án, grein sem ólympíuleikunum, þá eru 2 einstaklingar sem eru að berjast við hvern annan. Segðu mér aðeins frá Taekwondo lífinu hérna í Reykjanesbæ. Þetta ekki bara mekka Taekwondo í Íslandi? Jú, undanfarin ár hefur þetta verið með sterkustu deildunum og bara árangursríkustu deildunum á Íslandi síðastliðin svona 6-7 árin eitthvað slíkt og hérna bara sem dæmi þá erum við að verja þennan titil núna í 7. árið í röð og sem sagt 8. titilin þá ef við náum því vonandi tekst okkur það í dag. Hvernig þetta dæmt? Ég sé að þegar notið tæknina, leið og sparkað í brynjur þá gerist eitthvað á tölvuskjá. Já, þetta þannig að báðir keppendurnir eru í svona brynjum og annaðhvort rauður eða blár og inn í brynjuna svo settur svona Bluetooth sendir og það eru segulnemar á brynjunni og sendirinn sendir upplýsingar í tölvuna. Það tölva sem fylgir út kerfunum sem þarf til að keyra mótið hversu fast keppendurnir sparka og keppendurnir eru líka í svona hlífum á fótunum þannig að þegar það snertir brynjuna þá nemur hún þyngdina á högginu og þetta leiðin sem að þeir fóru við það að útrýma svona hlutlægni og þetta líklegasta leiðin til að ná réttum úrslitum. Af því að núna eru að treysta á kerfið en í staðinn fyrir augu dómarans. Og þannig að ef þeir ná þetta snertingu og það bara miðað við þyngdarflokk hvers og eins og kvenna og aldursflokk og svo þá eru bara ákveðin þröskuldur sem þeir þurfa að sparka yfir. Tölvan nemur það og við sjáum það öll, þetta er mjög gegnsætt og þetta er mjög sanngjarnt þannig að maður sér stigin koma leið og þau eru og ef að höggið var ekki nógu fast þá sést það líka á skjánum hversu fast það var. Og þess vegna greinin núna felst líka mikið í því að reyna að verja brynjuna og sama á við hjálmana. Í hjálmunum eru líka skynjarar og nema ákveðna snertingu sem fyrir eftir höggþyngd í hverjum þyngdarflokk fyrir sig. Hvernig eru flokkarnir í þessu? Það eru bara krakkar frá hvaða aldri að stunda þetta? Já, það eru aldursflokkar og eins og Íslandsmótunum þá þetta bara það sem kallað kadett sem 12 ára á árinu og eldri sem mega taka það. Og þannig að svo þetta skipti í nokkra aldursflokka og þyngdarflokka. Fólk eitthvað meiðast í þessu? Maður heyrir svona, það svona stundum verið að kjökra hérna aðeins? Já, það kemur alveg fyrir en þetta er ekki há meiðslantíðni. Það mjög mikið af hlífum og hlífarnar ná að verja flest höggin og eins og segja, maður með brynju á líkamanum, maður með hlífur á hendunum og hjálminum, með hjálm og annað slíkt og þannig að það alls ekkert há meiðslantíðni í þessu, sérstaklega þegar komin í lengra komna.
Segðu mér aðeins frá þér hérna í dag. Þú varst að berast einhvern Björn á hann sem var bara sannkallaður Björn. Já. Björn Þorleifsson, hann er fyrrverandi atvinnumaður og þetta er bara besti taekwondo-maður sem að Ísland hefur getið af sér og búinn að vera í þessi tugir ára núna, hann er búinn að heilengi og bara var okkar allar besti keppandi fyrr og síðar og ég hef nú ekki tölað hvað ég er búinn að keppa hann oft núna, ég er búinn að keppa hann í meir en 10 ár og mér er aldrei tekist að vinna hann og hann er bara ekkert síður núna heldur en hann var þegar ég keppti hann fyrst. Svo ert þú bara varla komin úr keppni hann, þá ertu bara komin í þjálfaragallan og bara í næstu keppni. Er þetta lífið? Já, þetta er lífið. Maður tekur þátt núna, hafa gaman og stýða liðið sitt og sýna góðan anda og svona. Og en aðalega þá vinnur maður í því að vera þjálfarinn og hjálpa liðinu að ná sínum árangri. Hversu stór er þessi íþrótt hérna í Keflavík? Hún er bara mjög stór, svona í kringum 100 manns sem eru að æfa. Ætli sé ekki svona í kringum 200 manns, eða svona kannski 150-60 manns á Suðurnesjum sem er að stunda íþróttina og hún er mjög dreift öll Suðurnesin. Og svona 100 manna kjarni kannski, eða 110 eitthvað slíkt sem er að æfa hérna í Keflavík. Hvaða krakkar eru þetta? Er þetta einhver kjarni sem er ekki að finna sig í boltaíþróttum? Það kemur fyrir, en það er bara allur gangur að því. Það er allur gangur að því hvernig það er. Þetta er náttúrulega eðli samkvæmt er þetta öðruvísi íþrótt heldur en boltaíþróttirnar og þetta er náttúrulega einstaklingsgrein og þetta er bardaíþrótt og svona ákveðin ægi sem að sumir kannski finnast þér ekki eða ægi og svona kannski svona persónu þróun sem þeir kannski sjá ekki einhvers staðar annars staðar og heillast af þessu. En það er bara allur gangur að því hverslis krakkar og fullorðið fólk sem að tekur þátt í þessari keppni. Og þið hafa verið mjög langt í þessari íþróttinni bænum, íþróttamaður Keflavíkur til dæmis nokkur ár í röð og annað slíkt. Já, íþróttamaður Keflavíkur, þetta er bara Reykjanesmaður. Nú hafa bara verið að ljúka kjörinu á íþróttamenn Sandgerðis fyrir árið í fyrra og það er taekwondo-maður og við höfum átt 4 íþróttamenn Sandgerðis og íþróttamenn Grindavíkur og þetta er bara svona undirstrikar bara hversu góðum árangur krakkarnir okkar hafa náð. Ekki bara hérna heima, heldur líka sérstaklega erlendis. Við erum mjög duglega að sækja mót erlendis og bara á alþjóða mælikvarða þá erum við búin að standa okkur mjög vel. Hvernig gengur ykkur svo að safna fé fyrir utanferðum og öðru slíku? Já, þar kemur stuðningur samfélaginu og ótrúlega dyggir foreldrar. Foreldrarnir mjög duglegir við að hjálpa krökkunum að safna í ferðirnar og við mætum bara ótrúlega mikilli jákvæðni í samfélaginu sem er bara frábært. Við mætum því að fólk tekur eftir okkur og fólk veit hvaða grein þetta er og flestir þekki einhvern sem er að æfa eða hefur æft og kann góðar sögur af íþróttinni og þannig að það er bara mjög mikill velvilji fyrir því að hjálpa okkur að styrkja krakkana á mót erlendis.